Ég var send í sveit sumarið sem ég varð 10 ára að mig minnir og þar var strákur sem að ég varð alveg ofboðslega feimin við því að hann beraði sig fyrir mér og kom upp í til mín eftir að ég var farin að sofa á kvöldin og hann bæði þukla á mér og lét mig koma við sig og ég fór einhvern veginn bara alveg inn í mig, einhvern veginn skömmin var svo ofboðsleg og ég vissi ekkert hvernig ég átti að vera. Ég var líka búin að vera fyrir einelti í skóla og ég held að það er svona líka gert það verkum að ég leitaði bara inn á við og kenndi sjálfur mér og ég var nú ekki þarna í marga daga. Ég held að á 3. degi hafi ég brotnað niður og læst mig inn á baðherbergi og grenjað þangað til að konan á bænum kom til mín og var að reyna að hugga mig og hún spurði mig hvort ég væri með heimþrá og ég greip það, haldreipi. Notaði það sem afsökun og var send reyndar ekki heim, send til ömmunnar og afa og var hjá þeim þangað til mamma og pabbi fór í sumfrí. Og ég gróf þetta, ég myndi ekkert eftir þessu fyrir en ég fór svo seinna, reyndar allt og fáum árum seinna að stunda kynlíf. Þá svona valt þetta upp úr fylgsnum undir meðvitundarinnar og kærastinn sem ég var með þá, hann studdi mig í þessu. En ég held að ég hef alltaf eftir þetta við algjörlega ómeðvituð eigin mörk í kynlífi og kom mér í aðstæður þar sem voru gerðir óþægilegir hlutir sem ég kunni ekki að segja nei takk við. Lendi í alvarlegra ofbeldi og kom mér í aðstæður sem voru ekki heilbrigðar og ég held að ég hafi verið ofboðslega ómeðvituð hvað ég vildi kynferðislega og þar með tilbúin og reiðubúin að taka við því sem að aðrir sögðu að mér ætti að finnast og þeir menn sem að ég kynntist áttu mjög auðvelt með að segja mér hvernig hlutirnir ættu að vera því að ég vissi ekki hvernig þeir ættu að vera sjálf eða hvernig ég vildi hafa þá sjálf. Ég byrjaði sem sagt í sjálfsunu þar sem að mér ráðlagt að leita til stígamóta. Einfaldlega vegna þess að ég var gjörsamlega markalaus og vissi ekkert hver ég var sem bara kynvera eða bara manneskja má eiginlega segja. Þannig að ég leiti stígamóta og byrjaði einkaráðgjöf og í fyrsta skipti fór ég að skilgreina sjálfa mig sem kynveru. Ég fór að skilgreina sjálfa mig sem persónu sem að vill kannski ekki bjóða upp á alla hluti, að ég megi svolítið ráða mig sjálf. Ég enn í vinnum stígamótum að skilgreina hver ég og hvað ég vill. Sem sagt hvar mín persónlegu mörk liggja. Ekki bara í kynlífi heldur líka bara allt sem við kemur snertingu og samskiptum við fólk. Og já, ég að læra. Ég varð fyrir kynferðisofbeldi þegar ég var 10 ára og ég leita ekki til stígamóta fyrir ég var 34 ára og þess vegna er talan mín 24.